Nú hefst það sem að fjöldinn allir að beða eftir. 629. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur 5. apríl og viðstaddir eru Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Eydís Hanse Pétursdóttir, Friðjón Einarsson, Gunnar Þórarinsson, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Margreta Sanders, Margrét Þórarinsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð og Trausti Arngrímsson og ég Baldur Guðmundsson. Það eru 9 mál á dagskrá. Það eru fundargerðir bæjarráðs sem eru 3 að þessu sinni, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs, fundargerð menningar- og atvinnuráðs, fundargerð framtíðarnefndar, fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs, fundargerð fræðsluráðs, fundargerðir barnaverndarnefndar og síðan að lokum er það innkaupastefna Reykjanesbæjar sem er lögð fram. Fyrsta mál á dagskrá er þá fundargerðir bæjarráðs og ég gef þá orðið laust. Friðjón Einarsson hefur beðið orðið. Herra forseti, takk fyrir. Mér langar að byrja upphafi aðeins að svara fyrirspurn bæjarfulltrúa Margrétar Þórarinsdóttur sem lagði fram fyrir þó nokkuð síðan vegna bæjarráðsfundar 10. febrúar síðastliðinn. Málið til að rifja upp, þá snerist málið það meðal annars að bæjarfulltrúinn hafði óskað eftir því að mæta á bæjarráðsfund á Teams vegna þess að hún var í einangrun heima vegna COVID og ég sem formaður bæjarráðs neitaði henni það og eðlilega var bæjarfulltrúinn ekki sátt við það. En vegna þessa þá sendi bæjarfulltrúinn nokkrar spurningar til mín og óskaði eftir svörum og ég svara nú kannski ekki þessu öllu í okkur kannski þeirri röð eins og það barst, en mér langar bara aðeins að fara yfir þetta í stuttu máli og þetta verður bókað inn sem bókun á fundinum. En vegna fyrirspurnar bæjarfulltrúar Margrétar Þórarinsdóttur vegna bæjarráðsfundar þann 10. febrúar síðastliðinn þá vil ég taka eftirfarandi fram. 1. Formaður bæjarráðs ákveður dagskrá og fundarstað vegna funda bæjarráðs. Bæjarfulltrúar skulu mæta á fundarstað. Ef bæjarfulltrúar geta ekki mætt á áðurnefndan fundarstað skulu þeir kalla inn varamann. Þessi fundur var síðan haldinn í Merkinesi. Þetta er alveg skýrt hlutverk formanns bæjarráðs og hef ég fengið þetta staðfest frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem og fleiri aðilum. Bæjarfulltrúi hafði óskað eftir heimild til að vera á Teams á fundinum vegna aðstæðna sinna en viðkomandi væri í einangrun vegna smits. Þeirri ósk var hafnað að fyrrgreindum ástæðum. Fundurinn var haldinn í Merkinesi og ekki hægt að gera undanþágu því. Bent var á í þessu sambandi að viðkomandi bæjarfulltrúi yrði að kalla inn varamann. Þess vegna eru varamenn til komnir að ef einhver kemst ekki að fundi einhver hluta vegna þá á að kalla inn varamenn. Að heimila viðkomandi að vera á Teams á þessu fundi var fordæmisgefandi og ekki heimil. Öðru lagi, gestir í umræðinu þetta mál og þá hefur verið talað gestina sem mæta á fundi bæjarráðs og hvað gildir þá og það er alveg skýrt að gestir á fundi bæjarráðs hafa alltaf aðra stöðu en bæjarfulltrúar og alls ekki hægt að bera saman stöðu gesta við skyldur bæjarfulltrúa. Ég held að það sem gerast í framtíðar að gestir á fundum bæjarráðs munu meira og meira vera á Teams í staðins að koma á fundina. Það er eitthvað sem komið til að vera en það eru skyldur þeirra allt aðra heldur en bæjarfulltrúa. Í þriðja lagi vildi ég taka frá að allir fundir bæjarráðs og bæjarstjórnar Reykjanesbæjar eru löglega boðaðir og haldnir samkvæmt til lögum og skyldum sem fundina gilda. Þetta hefur fengið staðfest að þar til bærum aðilum en vegna neitunar minnar eða var heimilegin ekki að vera á Teams og líka því að samþykktir Reykjanesbæjar hafa ekki verið uppfærðar miðað við
miðað við nýjustu reglur eða undanþágu tilvill sem Alþingi er búin að samþykkja fyrir sveitarfélög á Íslandi. Og það var reyndar að vera viðurkennast að ríkið var lengi að endurnýja þessar heimild að halda fundi á Teams. En ég hef fengið það staðfest að allir þessi fundir í okkur og bæjarstjórnar eru löglega boðaðir samkvæmt þeim lögum og skyldum sem fundina gilda. En ég vil þó taka undir það sem bæjarfulltrúi nefndi í sinni tölu, en það var að síðustu 2 ár hafa verið lærdómsrík fyrir sveitarstjórnir landsins og ljóst að endurskoða þarf samþykktir sveitarstjórna um allt land í ljósi þess. Bæjarsamþykktir svona yfir höfuð hafa ekki verið uppfærðar með við síðustu 2 ár og ég held að þessi ljóst að það verða að gera. En það er samt hafið yfir allan vafa að þessi fundir eru allir löglegir og ekki ólöglegir á neinn hátt eins og kannski gefa skyn. Meira hef ég kannski ekki að segja um þetta máli, mér langar aðeins að fara yfir aðra fundargerðir, þakka fundarstjóra, þakka forseta fyrir almennilegheitina að leyfa mér aðeins að rifja þetta upp og svara þessu í pontu. Mér langar aðeins að nefna 17. mars síðastliðinn var haldinn fundur í Merkinesi í bæjarráði. Þar var meðal annars rætt vinnuskólann og skapandi sumarstörf og eins og okkur öllum er ljóst núna þá var ákveðið að skapandi sumarstörf myndi ekki verða áfram á vegum bæjarins. Þetta var verkefni sem var styrkt sérstaklega af ríkinu og var tekin ákvörðun það í bæjarráði að nú væri nóg komið og verkefni væri lokið. Sama er kannski vinnuskólann. Við munum auglýsa stöður í vinnuskólanum fyrir 8. og 10. bekk. En undanfarin 2 ár sem hafa verið mjög sérstök vegna þátttöku ríkisins í stuðningi við atvinnulífið, þá hefur við getað ráðið mun fleira fólk inn til bæjarins á sumrin, en nú er þessum stuðningi lokið sem gerir það verkum að ekki er hægt að bera saman síðustu 2 ár og síðan árið eða sumarið í sumar. Og það verður örugglega mikið viðbrigði fyrir marga. Mörg fyrirtæki og þá aðila eins og íþróttafélag og aðra sem hafa fengið gríðarlega mikið út úr þessum stuðningi ríkisins við sveitarfélagið og við erum aftur komin í gamla tíma. En það á náttúrulega að koma í ljós hvernig þetta gengur hjá okkur, hverju margir sækja og annað slíkt, en það er ekki verið ljóst ennþá. Nú annað sem ég vildi kannski nefna er í næstu fundargerð bæjarráðs sem haldin var 24. mars í Merkinesi. Það er meðal annars útboð endurskoðun Reykjanesbæjar. Við buðum það út og er spennandi að sjá niðurstöðurnar í því. Þær verða þá kynntar í bæjarráði í næstkomandi 50. Nú innkaupastefnan og innkaupareglur Reykjanesbæjar voru lagðar fram fyrir bæjarráð og við vísuðum þau hingað til bæjarstjórnar í fyrri umræðu og líka frammi svo forseti búin að geta. Einnig var mjög ánægjulegur fundur með Gunnar Ottóssyni skipulagsfulltrúa. Hann kom á fund bæjarráðs og fóru við tillögur að reitum húsa fyrir óhagnaðardrifið leigufélag. Það sama hefur verið gert fyrir bæjarstjórn að einhverju leyti og verður mjög spennandi að sjá hvernig þegar við bjóðum út síðasta hlutann í Dalshverfi hvernig það fer. Þetta hefur gengið og hefur verið alveg til fyrirmyndar og mikil ásókn í lóðir, þannig að ég vona það að sama gildi síðasta hlutann í þessu hverfi. Nú, annars er ég bara hress. Takk fyrir. Margrét Sanders. Virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Mig langar til að nefna varðandi það sem að formaður bæjarráðs fór yfir vegna fulltrúa Miðflokksins og þessa synjun varðandi fundinn á Teams. Þetta var góð yfirferð hjá formanni bæjarráðs og þetta er umhugsunarefni
og við getum líka sagt að það er þannig að þetta er búin að vera mjög sérstakir tímar. Við erum búin að vera mikið á Teams, mikið á rafrænum fundum og síðan voru við að ræða innan bæjarráðs að það virðist sem að samkvæmt lögum þurfa menn sem taka þátt í rafrænum fundum að vera innan marka sveitarfélagsins þegar að maður tekur þátt í rafrænum fundum. Þetta og þá eru menn að hugsa að virkja varamannakerfi meira og kalla meira en varamenn. Þetta er skiljanlegt en fyndið. Það er fyndið að þú mátt ekki vera á Teams ef að þú ert á bæjarmörkunum eða í Grindavík eða í Suðurnesjabæ. Þú verður að vera innan bæjarmarkana og passa þig ef að þú ert að taka þetta í bílnum að stoppa þá við Reykjanesbæjarmerkið. Þarna óskaði bæjarstjórnarfulltrúi og sem er áhorfendafulltrúi að vera á Teams. Þarna fannst okkur, og við nefndum það einmitt í bæjarráði, í lagi að leyfa þetta í þetta skiptið vegna þess að umræðan hafði ekki farið fram innan okkar hóps, vegna þess að hún er áheyrnarfulltrúi og þessi sérstaki fundur bæjarráðs fór að mestu fram á Teams og meira að segja það að 2 af 5 bæjarráðsfulltrúum sem voru á fundinum voru með kveikt á Teams og tölvuna fyrir fram að sig til þess að fylgjast með því sem fór fram. Og ég held að verið 3 eða 4 gestir sem kom á fundin og þetta var allt í gegnum Teams. Þannig að dagskráin fór meira og minna í gegnum Teams og þarna, ég vil samt taka fram að rökin sem að Friðjón Einarsson, formaður bæjarráðs, kom með, þau eru öll rétt og ekki hægt að setja út á það, en þarna tölum við að við hefðum geta rætt þetta áður. Þarna erum við að sveiflast frá því að vera með þetta á Teams í það að vera á staðinum og svo framvegis, þannig að okkur fannst þetta allavega dálítið óbilgirni. Mig langar líka að nefna og fara yfir fundagerð frá 24. mars, fundagerð bæjarráðs, fyrsta lið útboð á endurskoðun Reykjanesbæjar. Og það erum við að gera hér meira til þess að útskýra skrýtna hjásetu Sjálfstæðisflokksins vegna útboðs á endurskoðun. Þar gætu menn hugsa sem svo að við værum á móti útboði. Eða við værum að horfa til einhvers ákveðins endurskoðunarfyrirtæki sem að skotið var á mig með. Það hefur bara akkúrat ekkert með þetta að gera. Heldur, það sem er sérstakt í þessu máli er að fjármálastjóri bæjarins fer til innkaupastjóra og óskar eftir að það væri send út útboðsgögn og bæjarstjóri veit ekki einu sinni af þessu. Því að ég hringdi þegar ég frétti af þessu, ég hitti einn aðila sem að hafði fengið þessu útboðsgögn og viðkomandi sagði við mig, já þið eru að fara að bjóða út endurskoðunina og ég sagði, já, það er enda komið að því, það er alveg rétt. Og var búið að ræða að það þyrfti að gera það, en bæjarráðið eða bæjarstjórn hefur ekkert fjallað um það. Ég hringdi í bæjarstjórann og bæjarstjórinn vissi þetta ekki. Þannig að æðsti stjórnandi Reykjanesbæjar vissi ekki af þessu og bæjarráð og bæjarstjórn sem fer með þetta mál, þetta er óhæfismál, þetta er stórt mál, þess vegna er það sem embættismennirnir eru ekki að vinna í svona málum. Enda er niðurstaðan útboðin á endurskoðun Reykjanesbæjar, fyrsta mál á fundi 24. mars, þar er samþykkt að meirihluti bæjarráðs samþykki þau útboðsgögn sem send voru út 1. mars 2022, 24 dögum síðar. Er verið að samþykja þetta. Þannig að ég vildi bara útskýra okkar hjásetu. Þetta var vel unnið hjá innkaupastjóra, ekkert að því. Eflaust bara fínt útboð, gott að bjóða þetta út, fá góð verð meðal annars. Vantarlega bara góðir aðilar og öflugir fagaðilar sem bjóði í þetta. En rétt skal vera rétt. Þetta er ekki fjármálastjóra að gera þetta. Takk. Já, orðið þá laust. Halldóra, gjörðu svo vel.
forseti og aðrir viðstaddir. Mér langar að koma hérna inn á eitt mál sem er 9. mál af síðasta fundi bæjarráðs sem var 1364. fundur held ég alveg örugglega. Þar sem fjallað verkefni Römpum upp Ísland. Og langar aðeins að nefna hér að í mars var haldinn blaðamannafundur þar sem þetta verkefni var formlega komið á koppinn. Og ég bara svo lánsum að fá að vera þarna í stjórn verkefnisins og þess vegna langaði mig sérstaklega að minnast á það hér og líka vegna sveitarfélagsins okkar. En markmiðið með þessu verkefni er að auka aðgengi hreyfihamlaðra að þjónustu, verslun og veitingahúsum á Íslandi og þessi stofnun, sjálfseignarstofnun, styrkir einkaaðila til að koma upp römpum eða annars konar lausnum við innganga sína og tryggja þannig að fólk með hreyfihömlun hafi aðgengi að þeirri þjónustu sem þar stendur til boða. Fyrir stjórnin liggur núna að kortleggja landið og útvega fólk í hönnun og rampagerð og við vitum það að nú verður farið eftir íbúatölu í sveitarfélögum þannig að okkur mun standa til boða að fara hérna í ákveðin aðgengisverkefni. Við nýttum okkur það hérna í fyrra sumar að vera með sumarstarfsmann sem fór í að gera aðgengsúttekt í sveitarfélaginu. Þannig að við erum búin að vinna okkur aðeins í haginn og ég veit að sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs, hann var fljótur að spotta þetta verkefni, að finna út að það var að fara af stað og að grípa tækifæri og hafa strax samband við Harald Þorleifsson og hans fólk sem að fór af stað með römpum upp Reykjavík og settu niður 101 ramp í Reykjavík á 8 mánuðum. Og mér finnst bara frábært að okkar starfsfólk skuli vera svona með puttan á púlsinum og grípa tækifæri þegar það gefst. Þannig að fjármögnun í þetta verkefni, henni er lokið og því er núna bara verið að óska eftir þessu fólki í störf. En það sem var gert hjá Reykjavíkurborg, og ég held að við þurfum aðeins að hafa í huga, er að umhverfis- og skipulagssvið borgarinnar skapaði umhverfi sem auðveldaði verktökum og hönnuðum að ráðast í þetta verk. Þau uppfærðu verkferla, gerðu regluverk hagstætt fyrir framkvæmdirnar og útveguðu þeim gjaldfrjálst afnotaleyfi á svæðinu. Og síðan útveguðu sviði líka tengilið vegna hitalagna sem þurfti í stéttirnar og ýmislegt annað sem að þeir gerðu til þess að greiða leiðina til þess að verkefni myndi ná árangri. Þannig að ég held að við ættum núna að grípa einmitt þetta tækifæri þá að gera 1000 rampa allt land á næstu 4 árum eða það bil 250 rampa á ári. Við grípum tækifærið, búum þannig í haginn að við getum fengið þetta bara hér sem allra fyrst, gert sveitarfélagið okkar mun aðgengilegra því að það er það sem við viljum og ég fagna þessu verkefni og er líka þakklátt fyrir starfsmenn sem að grípa tækifærið þegar það gefst. Fleiri sem vilja taka til máls? Margrét Þórarins, yfirvöld. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég vil þakka bæjarfulltrúa Friðjóni Einarssoni fyrir svör loksins. Þetta var þann 10. febrúar og ég er að fá svör fyrst núna vegna þess að ég ýtti á eftir þessu. En það er alveg rétt það sem kom fram í máli hans og ég fagna því að hann sagði að það þurfi að uppfæra bæjarmálasamþykkt Reykjanesbæjar. Það fagna ég, en þetta er búið að vera rosalega skrítin vetur og það er mjög sérstakt að sumir bæjarfulltrúar hafa verið veikir, hafa verið á Teams, sumir bæjarfulltrúar hafa verið á Reykjanesbrautinni, þannig að það var ekkert samræðmætna og ég var rosalega hissa. Ég held að þetta hafi bara verið óvelvild í minn garð. Að geta ekki lofað mér að sitja einn fund Teams, en svona er þetta, en ég ætla bara að vona þá að það verði lögð af þessi hentistefna þegar meiri hluti kemur hvað varðar að fjarfundum. Svo langar mig að koma hérna til fundagerð bæjarráðs var 24. mars. Það er mál númer 1, útboð á endurskoðun.
Ég ætla ekki að rekja þetta mál en bæjarfulltrúi Margrét Sanders fór mjög vel yfir þetta og mér finnst þetta bara að vera ótrúleg vinnubrögð og ég skil ekki okkur að þetta fór ekki fyrir bæjarráð og ég mun sitja hjá í þessu máli. Síðan langar mig að koma undir mál 6, lóð í Helguvík erindi frá Almex, ég mun einnig sitja hjá í því máli, annars mun ég samþykkja þessa fundargerð. Takk fyrir. Fleiri, já, Friðjón Einarsson. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég held að menn sé að rugla saman hérna aðeins smávegis nokkrum hlutum, annars vegar þegar ákveðir er fundastað, það er eitt hlutur og síðan ákveðum hvort að vera á Teams. Þegar við erum á Teams, formlegu fundur á Teams, það er eitt, það er þá fundastaðurinn. Þarna var formlegu fundastaður Merkines. Það að þetta sé óbilgirni eins og oddviti Sjálfstæðisflokksins sagði, eða eins og fulltrúi Miðflokksins sagði þetta væri persónulegt gegn sér. Ég ætla ekki að brjóta lög sveitafélög og reglur sem gilda boðun funda eða mætingu á funda vegna þess að einhverju finnst þetta vera persónulegt á sig eða óbilgirni og ég velti fyrir mér finnst þá oddvita Sjálfstæðisflokksins í lagi að ég brjóti reglur boðun funda og mætingu á funda. Er það sem hún er að segja þegar hún notar orðið óbilgirni eða finnst oddvita Miðflokksins að ég sé persónlegur í hennar garð þegar ég fylgi þeim reglum sem gilda boðun funda og mætingu á fundi. Ég veit hvernig þetta var, aðrir fundir voru á Teams síðastliðin 2 ár. Þessi fundur var sérstaklega boðaður í Merkinesi og þá ber bæjarfulltrúum, hvort sem líka betra ver, skylda að mæta á þann fund. Ef menn geta ekki mætt, hvort sem það vegna veikinda eða eitthvað annars, þá verða menn að kalla varamann. Það telst ekki og er ekki vanin hefð eða eðlilegt að einhver vilji vera ekki á fundastæðum sem boðaður og fá að vera þar á annan hátt. Það er ekki í lagi. Og því miður, þetta er ekkit persónlegt, nú er ég búinn að tala við marga lögfræðinga og fara yfir samþykktir og það eru allir sammála þessari niðurstöðu. Þannig að mér finnst skrítið ef þessari ágætu nöfnur skulu telja mig óbilgjarnan eða persónlegan gagnvart sér, eins og Margrét Þórarinsdóttir sagði. Mér finnst það furðulegt fyrir það eitt að fylgja þeim lögum sem gilda þessi mál. Það er bara þannig. Og þess vegna er þetta system sem heitir varamenn, ef þú ert veikur eða kemst ekki, þá eru boðaðir varamenn. Þetta ger allir aðrir. En eitthvað er hjá ykkur sem ég er ósáttur við svona að kalla þetta óbilgirni og persónlegt. Það hefur ekkert með það að gera, Margrét Þórarinsdóttir. Annars ég ætla að fá að nefna hérna fyrst ég er komin aftur upp er varðandi 31. mars síðastliðinn bæjarráð fundargerðina, þá langar mér bara að nefna það að það eru 2 mál þarna sem mér finnst vera mjög skemmtileg og okkur til sóma bæjarstjórn. Það er annars vegar afnotasamningu vegna Þórustígs 3 við aðalstjórn Njarðvíkur FN. Þar er búið að leggja fram drög að afnotasamningi milli Reykjanesbæjar og Ungmennafélags Njarðvíkur vegna fasteignarinnar Þórustíg 3 til afnotat til tiltekins tíma. Sama er gert við Kólumbus Suðurnesja, þar er gerður samningu við vegna húsnæðisins sem bærinn á þar og bara vil ég þakka samstöðu í þessu máli og þarna höfum við tekið stórt skref að styrkja rekstur íþróttahreyfingar með þessum 2 samningum. Takk. Anna Sigríður, svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég ætla að koma hérna undir fundargerð bæjarráðs frá 31. mars. Það er verið að tala mál númer 5. Þetta er afnotasamningur vegna Þórustígs
Ég er ekkert endilega að koma upp endilega bara akkurat út af þessu verkefni, heldur bara svona almennt verkefnum yfir bara heild í bæjarfélaginu okkar þar sem að ég bara tek þetta dæmi undir þessari fundargerð því að þetta er fyrstu fundargerðin sem við erum að fara yfir þessum bæjarstjórnarfundi og ég tek þetta sem dæmi þá bæjarfulltrúi Samfylkingar var að fagna því að við værum að gera samning vegna það var lögð fram drög að afnotasamningi milli Reykjanesbæjar og Ungmennafélag Njarðvíkur vegna fasteignarinnar Þórustíg 3. Þarna erum við að tala um samning sem er til kannski nokkur ára, við vitum það ekki hvað samningun er lengi, en af hverju er ég að koma hérna upp? Vegna þess að þarna erum við akkurat, við sem bæjarstjórn, að binda hendur næstu bæjarstjórnar. Við erum að gera samning núna og einhverjir í þessari bæjarstjórn eru að hætta eftir örfáu vikur. Þannig að þá erum við búin að klára samningin og þetta eru akkurat verkefni og mörg verkefni sem snúa að íþróttum, snúa að heilsu, snúa að jafnvel tómstundum, frístundum og öðru, sem snúa að bæjarbúum sem við erum að binda hendur næstu bæjarstjórnar. En það eru mörg önnur verkefni sem ekki var hægt að gera. En ég ætla ekki að fara að telja þau upp, en ég ætla bara að nefna þetta að við erum akkurat að gera þetta yfir ákveðin verkefni en ekki öll. Takk fyrir. Þá við biðjum orðið Kjartan Már Kjartansson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú bara vegna orða bæjarfulltrúar Margrétar Sandnes áðan að ég hef ekki vitað af útboði á endurskoðun að staðfesta að það er rétt og ég er nú búinn að vera í þessu starfi núna í 8 ár. Við höfum einu sinni boðið út endurskoðun og fengum það ágætt endurskoðendur, Grant Thornton, sem að ég frétti svo í dag að hefðu mislesið dagsetninguna og sendu þess vegna ekki inn tilboð, voru miðið sinni við því. Þannig að þeir eru ekki með í hópi þeirra sem að buðu í verkefni núna. En Margrét eftir 17 ára starf sem framkvæmdastjóri eins stærsta endurskoðuna fyrirtækis landsins kom með góða ábendingu sem að við munum bara taka til okkar og læra af því. En það sem að kannski stendur upp úr þessu er að því að umræðan á þessum bæjarráðsfundi og í aðdraganda hans sneri svolítið um það hvort að við værum með nógu svona afgerandi skilyrði í útboðsgögnum eða hvort við höfum þurft að orða þau með einhverjum öðrum hætti, þá var nú niðurstaðan svo að það þyrfti ekki og bréfið sem að innkaupastjóri og fjármálastjóri eða kröfurnar sem sett voru fram í útboðinu, þær voru réttar, þetta var vel unnið eins og hér hefur komið fram og við fengum mjög góð tilboð og þau verða kynnt betur í bæjarráði á fimmtudaginn. Þannig að það má, og ég viðurkenni það að við hefum getað staðið öðruvísi að þessu, en niðurstaðan er engu að síður okkur bara mjög góð og við erum ánægð með hana. Margrét Þórhallsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti og aðrir viðstaddir. Ég langar bara að svara bæjarfulltrúi Friðjóni hér í síðasta skiptið, enda er þetta annað skipti sem ég kem hér upp undir þessu málaflokki. Það sem hefur gerst, og það hafa orðið dæmi þess, að fólk hefur mætt hingað þegar hljómahöllin Merkines var fundarstaður. En stuttu síðar, að því vegna anna, þá fór viðkomandi af fundinum, en kláraði hann á Teams og komin í annað sveitarfélag. Þannig að ég er ekki að rugla, herra bæjarfulltrúi Brynjar Einarsson, hvort það var Teams-fundi eða hljómahallarfundi. Takk fyrir. Það er ennþá opið fyrir innlegg. Ég ætla aðeins að ekki að blanda mér í þessa deilu, heldur fjalla vinnuskólann og þessi skapandi störf. Það síðustu 2 ár hafa verið margt sérstök og við erum búin að vera að taka á því núna. Þetta með Teams-fundi og hvernig hlutirnir hafa breyst svolítið og við eigum eftir að fara yfir bæjarmálans samfélaginu. Það er alveg rétt að við eigum eftir að innleiða þessar reglur og taka alveg á þessu.
Síðan hefur líka komið og kemur fram í fundargerðinni vinnuskólan, skapandi sumarstörf og rampar. Það eru allt tengist verkefni sem hafa orðið til vegna einhvers átaks, ekki vinnuskólinn, heldur skapandi sumarstörf, eitthvað átak sem hefur verið farið í til að efla atvinnuna og þetta er svona heilt yfir, þá eru margir að reyna þetta og hafa verið að reyna alls konar hluti síðustu 2 ár og þá er spurning hvað af þessu viljum við innleiða, hverju viljum við halda áfram. Og ég bara spá í, ég ætla ekki að fara að binda hendur næsta meirihluta en allavega að huglega það þegar að það er farið að skoða það hvað á vinnuskólan að gera, þá er alveg hægt að innleiða þessar hugmyndir sem að komu fram varðandi skapandi sumarstörf. Þetta sé hluti af vinnuskólanum eða hluti af sumarstörfum þeirra ungmenna sem að koma til starfa fyrir bæinn. Þetta er bara ábendingu það að það var til svona fullt af tilfallandi átaksverkefnum en síðan er hægt að leggja eitthvað þessu til hliðar, annað bara tókst það vel að það er alveg full ástæða til að halda því áfram. Þá ætlum ég bara að bera þessar 3 fundargerðir undir fundarmerk, hvort að geti ekki samþykkt þetta. Og það er samþykkt 11.0. Já, og Margrét Þóraðins, hún greindi frá því að hún situr hjá í liðum 1 og 6 í fundargerð frá 24. mars. Nákvæmlega. Þá ætlum við að vinda okkur í umhverfis- og skipulagsráð og það er að venju alltaf eitthvað sem við þurfum að skoða sérstaklega þar. Núna er fyrri fundurinn, ég er að reyna að finna hann hérna, númer 290, þá er liður 4, fitjar 1, breyting á deiliskipulagi. Þar varð ritara fótaskortur á lyklaborði og skrifaði í gildandi deiliskipulagi er ekki gert ráð fyrir mannvirki á þessum stað, sem að harmonerar ekki við það að erindi var samþykkt. Þannig að það er náttúrulega hægt að breyta fundargerðinni og taka tillit til þessa en þeir á umhverfissviðinu vilja frekar að við vísum þessu máli bara aftur til ráðsins til endanlegrar réttarar afgreiðslu. Þannig að geti ekki allir samþykkt það. Þá er í næstu fundargerð, þá er einn liður sem við þurfum að taka sérstaklega fyrir. Þetta er bara létt prógram núna sko. Finna til. Þetta var, það er á hinu blaðinu. 4. liður fundargerðarinnar, 291, Klappastígur 10, fjölgun fasteigna. Er eitthvað sem vil tjá sig það máli eða fjalla eitthvað það? Það er enginn sýnist mér, þannig að getum við þá samþykkt þetta. Og þetta er samþykkt 11.0 og þá er bara opið fyrir spjall þessa fundargerðir, umhverfis- og skipulagsráðs, einhverju sem vilja taka til máls. Það er... Já. Það var í þessu eitt sem við þurfum að vísa til bæjarins, það sem að þau eru að biðja það í umhverfis- og skipulagsráði. Það er, hvaða mál var þetta aftur? Seltjörn, já. Já, þar bókar umhverfis- og skipulagsráð að erindi skuli vísa til bæjarráðs til afgreiðslu. Þannig að þið samþykkið það, eða ekki? Já, það er samþykkt líka. Og þá getum við haldið áfram í fundargerð. Já, við ætlum að samþykkja alla fundargerðina fyrir ekki. Var það ekki afgreitt? Þú ætlar að biðja orðið? Okay. Þú mátt biðja orðið. Friðjón fær orðið. Takk fyrir fórsti.
Ég ætla nú bara að hrósa þessu ágæta ráði, en á þessum fundi þá lagði formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar fram tillögu skipun stýrihóps sem vinni tillögu að hjólreiða áætlun Reykjanesbæjar 2022-2026 og leggi fyrir umhverfis- og skipulagsráð. Hjólreiðaáætlunin verði hluti af heildarsýn á samgöngur, þróun byggðar og lífsgæði í fjölbreyttu sveitarfélagi í takt við svæðisskipulag Suðurnesja, aðalskipulag Reykjanesbæjar og umhverfis- og loftslagsstefnu Reykjanesbæjar. Meginmarkmið hjólreiðaáætlunarinnar verði að efla hjólreiðar í Reykjanesbæ með því að þétta og bæta hjólanetið í bænum og bæta tengingar við nágrannasveitarfélög. Í áætlunum verði staðan greind og sett fram framtíðarsýn fyrir hjólreiðauppbyggingu í Reykjanesbæ með mælanlegum markmiðum til ársins 2026 auk þeirra framkvæmda og aðgerða sem stefnt að á tímabilinu. Þetta finnst mér alveg vera briljant. Ég veit að það ekki margir sem eru á hjóli hérna. Ég einn af þeim skrýtnum sem gerir það og það oft ekkert gaman að vera á götunum í Reykjanesbæ þar sem þessi bílar eru alltaf að þvælast aldrei mikið fyrir mér og ég vaflist fyrir þeim líka. Þannig að ég fagna þessu alveg sérstaklega og líti á þetta sem persónlegt að þessi var að gera þetta fyrir mig. Takk fyrir það. Heyrðu, já, orðið alveg laust ennþá, þannig að ef þið viljið tjá ykkur þá það opið, ykkur sem vill gera það. Nei, getið þá samþykkt þessar 2 fundargerðir með öllum, ok, það komið það. Já, það var búið að, við varum búin að því maður. Þá tökum við næst fyrir fundargerð menningar og atvinnuráðs. Ykkur sem vill opna sig þá fundargerð? Friðjón Einarsson. Forseti, ekki rétt skil hjá mér að ég fæ borga fyrir það hversu oft ég kem upp? Ekki svoleiðis sem þetta Já. Takk. Þú lætur við vita. Heyrðu, ég að koma undir 31. fundi menningar og atvinnuráðs. Langar aðeins að fjalla það með ykkur og ástæðan kannski áðan sátum við á kynningu markaðsstefnu sem lögð var fyrir bæjarstjórn núna klukkan 4 í dag. Ég notið þess að koma aðeins að þessari vinnu ásamt öðrum í menningar og atvinnuráðinu. Bæði voru við notaði sem svona rýnihópur í upphafi, allir nefndarmenn og konur og síðan var stefna kynnt fyrir okkur síðar á þessum fundi sem ég að ræða sem var 16. mars síðastliðinn. Ég ætla að hrósa starfsfólki fyrir þetta frumkvæði að vinna þessa stefnu, sérstaklega þá Gunnari Víði og Þórdísi fyrir það. Mér finnst þetta vera virkilega til fyrirmyndar að reyna að horfa á nýjan hátt á Reykjanesbæ og reyna að móta stefnu sem heildstæð og tekur til allra þátta. Þannig að við getum nálgast svona á faglegan hátt markaðsmál sveitarfélagsins og rannsóknir, skýrslur og greiningar sem hafa verið notað í þessu í mörg ár, lengur en ég þóra muna var ég að vinna í þessum málum meðal annars fyrir Reykjanesbæ og við vissum kannski ofta ekkert hvar við ætlum að vera. Þetta var stóriðjusvæðið, þetta var ódýr orka og þetta var flugvöllurinn og þetta var herinn og einhvern veginn þetta blanda af öllu en vonandi tekst okkur að búa til einhvers konar markhóp, einhverja staðsetningu fyrir okkur, einhverja endastöð sem við getum saman byggt upp nýja ímynd og verið áfangastaðir fyrir Íslendinga sem og aðra. Það fer þó ekki milli mála að Reykjanesbær sennilegast vinsælasti staður á Íslandi til að búa. Þetta svo staður sem fjölgun hefur verið mest síðastliðin 30 ár og ég held að sé ekki að leita neitt öðruvísi á það en að við séum vinsælasti staðurinn á Íslandi, ég vil meina það. En við getum alltaf bætt betur og reynt að bæta í. Til gamans að þá hefur fjölgunin orðið á þessu kjörtímabili vel rúmlega Suðurnesjabær og segir það dálítið mikið til
hvað þetta er raun og veru, að fjölgun getur verið erfið og mikil fyrir samfélag. Þannig að takk fyrir þessa stefnu og hún verður örugglega áfram til umræði hjá okkur og síðan hefst vinnan við að framfylgja henni og hvað starfsmenn vilja fóta sig í þessari stefnu. Annað á þessu fundi eru þetta atvinnumálin sem alltaf stór hluti af þessu fundi hjá okkur í ráðinu en þar ennþá 10% atvinnuleysi, mikið að gögnum fylgja þessari fundagerð og ég hvet bæjarfulltrúa að rýna dálítið vel í gögnin. Þau eru mjög fróðuleg. Ennþá getum við þó kvartað yfir því að gögn frá Vinnumálastofnun berist frekar seint og illa og erfitt að fá þau svona reglulega. Það er mikil vinna sem felst í því að taka það saman og mætti alveg vera uppfærðara system hjá Vinnumálastofnun. En eitt stærsta máli hjá okkur á þessu fundi var menningarsjóður. Þar kom Guðlaug María menningarfulltrúi á fundin og fór yfir og samþykkti endurskoða reglur menningarsjóð Reykjanesbæjar og síðan farið yfir tillögur á umsóknum. Farið yfir umsóknir sem höfðu komið inn vegna verkefnastyrkja sem við erum að leggja til menningar. Það voru 11 menningarhópar sem sóttu endurnýjun á þjónustusamningi við sveitarfélagið en heildarupphæð til úthlutana á sjóðnum var 5 milljónir. En meginmarkmið sjóðsins er að styðja verkefni sem líklega eru til að efla menningarstarfsemi í Reykjanesbæ. Síðan eru 12 verkefni sem hlutu styrk að upphæð 3,2 milljónir og 640.000 að veitt í þjónustusamninga við starfandi menningarhópa. Ástæða þess að ég hérna uppi að fara yfir þetta, ég ætla nú ekki að lesa upp það alla þá sem fengu þetta fjármagn, er að kannski komið tími til að við bætum aðeins í. Þetta er frekar lítið og ég ætla ekki að segja kannski löðumannlegt en við þurfum að bæta dálítið í að styrkja menningun okkar og það er þá í samræðum við þessa nýju stefnu sem við ætlum að vinna eftir. Þannig að ég held að í fjárhagsáætlun næsta árs þá þurfum við að þeir sem hér sitja að bæta dálítið í til þess að efla menninguna sem hefur verið okkar líf og yndi kannski sérstaklega á COVID-tímum. Þá er þetta staðið verulega upp úr fyrir okkur. Þannig að ég held að sé komin tím til okkur að við svona endurgjöldum það og bætum aðeins í. Takk. Anna Sigríður Jónsdóttir, beðin orðið. Gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Kemur undir fundagerð menningar og atvinnuráðs. Fyrsta mál á dagskrá er markaðsstefnan og ég vil þakka fyrir mjög góða kynningu fyrir bæjarstjórnarfundinn frá þessu góða fólki frá fyrirtækinu Brand. Þar sem þeir kynntu fyrir okkur bara mjög góða vinnu síðastliðin vikur og mánuði. Mér langar bara að nefna hérna það sem stendur í fundagerð þessara nefndar yfir þessu máli. Niðurstöður gefa sterklega til kynna að það eru tækifæri fyrir Reykjanesbæ að vera leiðandi á landsvísu á ákveðnum sviðum sem eru eftirsóknarverð og markmiðið er að markaðssetja og aðgreina bæjarfélagið með þeim hætti. Ég vil sjá Reykjanesbæ vera leiðandi í menntamálum. Ég vil sjá að Reykjanesbær setji menntamál númer 1 í sinni stefnu. Það er kannski eitthvað sem að allir hugsa kannski með sér eða hugsa orðið Reykjanesbær, íþróttir, menning og fleira sem kom fram. En ég vil sjá að hér setjum við menntamál í fyrsta sæti og við getum verið leiðandi. Við höfum áður verið leiðandi á sviði menntamála. Ég man þau ár þegar það komu rútur til Reykjanesbæjar með fólki frá Reykjavík og það vildi fá kynningu á því hvað við værum að gera hér í leikskólanum í Reykjanesbæ. Fólk sem starfar í höfuðborginni var nú að frétta það að við værum með framúrskarandi leikskóla. Við erum að vera stolt af því að vera með framúrskarandi leikskóla. Leikskólanir eru fyrsta skólastigið, ég lít allavega þannig á það. Og við eigum að halda því á lofti og vera stolt af því og við eigum að hugsa að börnin hér sem fara úr þessum cirka 10 leikskólum sem við erum að reka í grunnskólan
og við vitum það, við erum fjölmenningarsamfélag með mikið af börnum sem tala ekki íslensku. Við þurfum mikinn stuðning inn í leikskólana. Við þurfum að styðja við öll börn til að ná tökum á tungumálinu okkar. Þau koma í grunnskólana og börnin hér sem koma út úr grunnskólanum, þau eru framtíðin. Þau eru þau sem taka við hér í atvinnulífinu. Við höfum alltaf að hafa þau númer 1. Þess vegna segi ég, þegar við förum í að markaðssetja Reykjanesbæ, þá vil ég sjá þetta númer 1, þegar börnin eru framtíðin hér. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Friðjón Einarsson. Forseti, þetta var fyrri hlutinn, nú var smá hlé og svo helst seinni hlutinn. Sama fundargerð, það var 5. mál á dagskrá í ráðinu, það var aðventusvellið sem ég vona allir hérna inni hafi farið á svellið sem var hérna hjá okkur í garðinum í nóvember og desember. Bara gaman að segja frá því að þetta tókst vel, sá sem rak þetta fyrir okkur var ánægður og það eru hugmyndir það að endurnýja samkomulagi við viðkomandi aðila og reyna að byrja þetta fyrr, þannig að hér sé þetta að vera á svelli frá haustmánuðum og gera þetta lengur en þetta var vel tekið og mikil ánægja. Ljósanótt er hafin, við erum að byrja þar núna, eins og þið farið að setja ykkur í gírinn, það verður flott hátíð og sem við höfum ekki verið með núna lengi og þið eru hagsmunaaðilar, þannig að þið þurfum núna að fara að hugsa hvað ætla að elda og hvað súpan á að vera og hvaða sýningar ætla að fara að sjá. Þetta verður örugglega æðisleg ljósanótt. Við þurfum að bæta upp síðustu 2 ár sem ekkert var, þannig að við þurfum að virkilega að vera klár í slaginn. Síðan er það stórt mál fyrir okkur, er það tilnefning til íslensku myndlistaverðlaunanna 2022. En það var sýning Listasafns Reykjanesbæjar, tegundagreining eftir Steingrím Eyfjörð sem var tilnefnd til íslensku myndlistaverðlaunanna 2022. Og í texta dómnefndar segir meðal annars, með leyfi forseta. Sýningin er eins og stærsta sem Listasafn Reykjanesbæjar hefur sett upp og á hana voru valin saman fjölbreytt verk frá ferli Steingríms ásamt nýjum verkum. Sýninguna var ætlað að skýra kveikjuna að myndsköpun hans, fjölbreytileika verkana vakti strax eftirtekt, textaverk og teikningar, tréskúlptúrar og málapostulín, vídeóverk og innsetningar sem allt fléttaðist áreynslulaust saman. Ég ætla bara að óska okkur sem hérna eru og öllum bæjarbúum til hamingju með þetta, fá tilnefningu, þetta er ekki sjálfgefið og sýnir kannski hvað listasafnið er vel metið og það sem það er að gerast. Þannig að mér finnst það alveg til fyrirmyndar að þetta skuli vera staðan hjá okkur. Meira var ekki að sinni. Takk fyrir. Anna Sigríður, kom aftur upp og bara til minna á að fræðslur á þess síðan á eftir líka. Bæjarfulltrúar, já, ég var eins og Friðjón, ég var bara ekki búin að lesa niður, þetta var svo rosalega löng fundagerð og mörg mála ég bara, kem inn aðeins að máli númer 10 sem er bókasafn Reykjanesbæjar. Það er verið að fjalla allt annað verkefni sem snýr að bókasafninu heldur sem ég vil tala um. Bókasafn Reykjanesbæjar er einnig inn á nýja flotta vefnum okkar Visit Reykjanes og þegar þú ferð inn á þann vef þá skoðar þú yfirleitt opnunartímann á bókasafninu og að því að þetta er tekið fyrir þessa fundagerð þá vil ég nefna það að bókasafnið er að fara að draga úr þjónustu. Það er verið að fara að minnka opnunartíma á bókasafninu og ég er bara alls ekki ánægð með það. Ég er bara mjög óánægð með það. Við erum með sirka 4.000 börn í grunnskóla, 6 til 16 ára og örugglega einhver börn í leikskóla sem eru byrjuð að lesa, kannski einhver nokkur 5 til 6 ára. Og mér finnst bókasafnið okkar í Reykjanesbæ með því flottasta á landinu. Og við erum stolt af bókasafninu, allavega ég. Og ég er mjög óánægð að heyra það að nú þarf
starfsmaður í bóksafninu að fara inn á nýja vefinn og breyta opnunartíman vegna þess að við erum að draga aðeins úr þjónustu. Bókasafnið verður ekki opið á lögutíma í sumar. Af hverju vil ég hafa bókasafnið opið? Af því að ég legg mikið upp úr því að börn hafi góðan aðgang að fríum bókum til að lesa í allt sumar. Við erum að hvetja börnin til að lesa á sumrin og til hvers eru kennarar að hvetja börnin til að lesa á sumrin. Það er til þess að þau koma inn í skólan á haustin, að þau detti ekki niður mörg orð á mínútu þegar þau fyrir næsta lestrarpróf, þegar þau mæta og þá satt allir að lesa á sumrin, hér er gott bókasafn í bænum og við erum að draga úr þjónustunni. Ég bara kem hér upp til að mótmæla því að við séum að draga úr þjónustu á bókasafninu. Ég vona svo sannarlega að við getum breytt þessu með einhverjum hætti, alveg eins og við erum að gera með sundlauna. Íbúarnir kalla eftir því að við höfum lengri opnunartíma í sundi og við brugðumst við því og það er mikil ánægja með það. Þannig ég vona svo sannarlega að við séum ekki að fara að draga úr þessari þjónustu og fara að loka bókasafninu á sumrin einhverja daga eða einhverja tíma sem við verðum með opna. Takk. Fleiri sem ætla að tjá sig. Ég ætla aðeins að skjóta inn. Þegar að ég var að undirbúa mig fyrir þennan fund þá kom eitthvað svona stjórnsýslupúki upp í mér að fór að skoða reglurnar sem eru samþykktar af þessu ráði núna. Byggðasafnið leggur fram útlánareglur, lagða fram til samþykkis og menningar og atvinnuráð samþykki breytingarnar, svo heldur þetta áfram og við samþykkjum síðan þessa staðfestu, þessa breytingar. Þá komum við að menningar og atvinnuráð samþykkir endurskoða reglur menningarsjóð Reykjanesbæjar. Þetta er bara sem lína í fundargerðinni, en hefði átt að fá sömu þá afgreiðslu og byggðasafnið. Bara sér liður í fundargerðinni, hérna eru nýjar útlánareglur sem að ráð er að samþykkja og síðan er liðurinn úthlutun sjálf. Þannig að svona ég er að gera bara pínu athugasemd við þessa framsetningu. Við þurfum ekki ég ætla ekki að elta mikla rólar við þetta, en ég myndi vilja sjá eina breytingu á reglunum. Það er fyrirsögnin. Þegar við förum inn í gögnin og opnum reglur menningarsjóð Reykjanesbæjar þá stendur fyrirsögn reglugerð menningarsjóð Reykjanesbæjar. Þá kemur aftur stjórnsýslupúkinn og segir það er löggjafinn sem að útbýr reglugerðir. Við getum gert reglur. Þetta er bara spurning um orðanotkun og ég sé að það er á heimasíðunni hjá okkur, þá erum við ennþá með nokkur dæmi þess að það tala um reglugerð. Og við þurfum bara að smátt og smátt að eyða þessu út vegna þess að við höfum enga heimild til að gera reglugerðir. Svo náttúrulega tekið undir með Friðjóni og ætla að taka sterkt til orða vegna þess að það er engin forseti að tala ofan í við mig hvernig orðalagi ég nota, en þetta framlag í þennan sjóð sem er miklu minna en þegar ég var í menningarráði og við vorum að kvarta yfir að það væri ekki nógu peningur. Þetta er alltaf bara auðmýkjaskapur að hafi ekki verið búin að hækka þessa tölu miklu meira. Getum 6 milljónir, það er bara að fara aftur til fortíðar. Við þurfum allavega að tvöfalda þessa upphæð og þá er ég náttúrulega að lofa upp í ermina á næsta meirihluta, en það er allt í lagi. Við viljum að þessi menningarsjóð verði miklu öflugri og við þurfum ekki bara að stokka upp þessar reglur þetta er bara það sem snýr að hvaða viðmið höfum við fyrir þessa verkefnastyrki. Við þurfum að skoða þetta í heild sinni vegna þess að þetta lítur nákvæmlega eins út. Af því að ég er með svona frekar mikið ljósmyndaminni, þetta er nákvæmlega sama og við vorum að afgreiða fyrir 4 árum, fyrir 5 árum, fyrir 6 árum, fyrir 7 árum. Þetta er nákvæmlega sömu verkefni sem við erum að styðja, allt í góðu með það, en
upphæðirnar hafa lækkað eitthvað. Það er eina sem að ég sé að hefur breyst. Þannig að við staðfestum þessar reglur en ég myndi vilja sjá að það heiti ekki reglugerð. Það er bara þegar að þetta fer í birtingu að við breytum því. Þannig að ég myndi vilja hafa bókunna hjá okkur í bæjarstjórn, ef við samþykkið það, að bæjarstjórn samþykkir reglur menningarsjóð Reykjanesbæjar, svona að það sé tekið sérstaklega fram, út af því að þetta er ekki sérstakur liður í dagskránni. Menn samþykkið því? All right. Þetta var 11-0, heilt fótboltalið. Þá getið þið samþykkt fundargerðina. Og það er 11-0 líka. Þá höldum við bara áfram. Og næsta fundargerð sem við tökum fyrir er fundargerð framtíðarnefndar, orðið laust. Kolbrún Jóna Pétursdóttir allar að tjá sig aðeins. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla aðeins að segja ykkur hvað við vorum að gera á 29. fundi framtíðarnefndar, en við fengum kynningu á nýjum vef Visit Reykjanesbær sem var minnst á hérna áðan og starfsmaður okkar fór yfir það með okkur, kynntan fyrir okkur því að það voru reyndar forföll hann ætlaði að kynna, nú man ég ekki hvað hann heitir, starfsmaðurinn sem hefur verið að skrifa hann og þetta lítur mjög vel út og ég hrósa fyrir það. Fengum síðan Ásta Kristínu Guðmundsdóttur, hún kynnti fyrir okkur teymi alþjóðlegrar verndar og samræmdar móttöku flóttafólks sem hjá Reykjanesbæ og velferðarsvið hefur séð móttökuna hingað til og þessa þjónustu við flóttafólk en nú sinnir teymið alfarið þessari vinnu og mér langar að hrósa bæði velferðarsviði og teyminu fyrir gott starf en við erum að sinna, Reykjanesbær er að sinna einstaklingum sem sótt hafum vernd á Íslandi og einnig þá sem hafa fengið alþjóðlega vernd og eru með stöðu flóttamanna og eru samningar sem hafa verið gerðir bæði við Útlendingastofnun og félagsmálaráðuneytið. Og inn í teyminu er mikil reynsla og þekking og eins hjá velferðarsviði og ég held megum vera rosalega stolt af þessu verkefni og þessari vinnu sem er unnin hér í Reykjanesbæ gagnvart þessum einstaklingum. Orkuskipti hann ætlaði að koma til okkur Tómas Samuel Longley, hann hefur skrifað þennan VF Visit Reykjanesbær og ég vona mögulega gæti hann komið til okkar síðar en hann forfallaðist. Svo erum við búin að ræða mikið orkuskipti í framtíðarnefnd, það er svona harmonerar við umhverfisstefnun okkar, umhverfis- og loftslagsstefnuna sem við samþykktum í fyrra, þetta er svo fljótt að líða. Gunnar Ellert Geirsson kom til okkar og fór yfir ýmsar hugmyndir til dæmis vetnisframleiðslu og orkuskipti í samgöngum sem eru að verða veruleika hjá okkur í Reykjanesbæ og mér skildist að sé að koma einhverjir strætóar sem eru drifnir af eingöngu rafmagni og svo fór hann yfir með okkur hleðslustöðvarnar sem við erum endalaust að reyna að bæta í. Síminn Margrét Þórarinsdóttir, en fleira var það ekki. Þá er orðið laust fyrir þá sem vilja tjá sig fundargerð framtíðarnefndar. Enginn sem gefur sig fram í það. Þannig að þá göngum við bara til ákvaða, geta allir samþykkt fundargerð framtíðarnefndar. Næst á dagskrá er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar og orðið laust þá fundargerð.
Það kemur þessi henging fram. Þannig getum við þá samþykkt fundagerð Reykjaneshamnar stjórnar. Nú man ég ekki með. Og næsti þá fundagerð Íþrótt- og tómstundaráðs. Anna Sigríður hefur beðið orðið. Bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Kemur undir fundagerð Íþrótt- og tómstundaráðs. Mörg áhugaverð erindi hérninni. Mér langar að ræða síðasta erindið, númer 6. Börnin mikilvægust. Þörf á viðspyrnu í frístundastarfi barna í Reykjanesbæ. Þarna hefur Íþrótt- og tómstundaráð fengið gest sem heitir Davíð Már Gunnarsson sem fór yfir framtíðarsýn og stefnumótun sem þarf til að starfsemin megi blómstra sem aldrei fyrr. Og í hans máli kom fram að það sé nauðsynlegt að leggja meira fé til málaflokksins til að bæta megi starfið svo að það sé samkeppnishæft við sambærileg sveitafélög. Og þessu fylgdi mjög góð skýrsla, mjög vel unnin. Ég spurði einmitt að því hver gerði þessa skýrslu, þetta er svona bara, 8 blaðsíðna góð glærukynning og þar sem er farið yfir allt sem snýr að íþróttum og aðallega tómstundum og félagsstarfi barna og ungmenna. Upp upp að 20 eða rúmlega 20. Þetta eru nemendur einnig úr Fjölbrautaskóla Suðurnesja sem stunda að sjálfsögðu tómstunda og félagsstörf. Og eina svona sem ég saknaði að sjá í þeirri skýrslu, það var þegar var nefnt samstarfsaðilar úr stjórnsýslunni. Það eru nefndir íþrótt- og tómstundafulltrúi, fræðslusvið og fleira. En ég hefði viljað sjá eitt í viðbót. Ég hefði viljað sjá að lýðheilsufulltrúi Reykjanesbæjar væri undir þessu sviði og ég vona svo sannarlega að sá aðili sem að sinnir því starfi verði kallaður til þegar þessi vinna fer í gang. Því að ég vil sjá heilsueflandi félagsstarf allra og þá ekki bara barna og ungmenna. Ég myndi vilja sjá að þessi stefna, ef vinna verður farin í gang núna fljótlega, að hún sé þá fyrir alla, þá meina ég líka eldri borgara í Reykjanesbæ. Því að frístundastarf eldri borgara þarf einnig að bæta og ég lagði það einmitt til í lýðheilsuráði á síðustu vikum að efla félagsstarf eldri borgara og það er klárlega eitthvað sem að vonandi þessir aðilar sem að móta og vinna þessa stefnu munu vonandi taka inn í en ekki bara fyrir börn og ungmenni. En þetta var virkilega vel unnið og ég er bara sammála því að ég hef sagt þetta áður á öðrum fundum. Ég satt einnig í samtakahópnum, forvarnahóp, að þegar við erum með svona langan bæ, 10 kilometrar á milli skóla, að það er ekki nóg að vera með eina félagsmiðstöð þrátt fyrir að hún sé góð og það er frábær starfar. Þetta eru fjörheimar, þetta er 88 húsið, skjóli sem bættist í fyrra, þetta er ótrúlega bara virkilega vel uppsett dagskrá og þétt og mikil dagskrá í þessu húsi. En þetta er jú á Hafnargötunni og þetta er bara eitt staður, en ég veit að það byrjaði eitthvað starfa Ásbrú fyrir ungmenni á Ásbrú í fyrra og það er mikil ánægja með það að börnin þurfi ekki alltaf að fara í strætó á kvöldin til að sækja félagsstarf. Þannig að ég er algjörlega sammála þessu að við þurfum að bæta þetta í okkar samfélagi og þetta hefur góð og mikil áhrif og jákvæð áhrif á ímynd bæjarins því að við erum með börn svona cirka 4.000 í grunnskólunum frá 6 til 16 ára en frístundastarfið á aðalega við miðstig og unglingastig. Þannig að við erum samt að tala bara yfir 2000 börn og svo hvað þá ef við tökum fyrir félagsstarf eldri borgara eða eldri íbúar í Reykjanesbæ, þá eru yfir 65 ára íbúar í Reykjanesbæ, þeir eru yfir 2000. Ég held að séu cirka 2400
Þeim örugglega fer fjölgandi, býst ég við. Takk. Orðið laust. Ykkur vilja Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vil taka undir orð Önnu Sigríðar varðandi frístundastarfið og stefnu. Stefnan, eða ég myndi frekar segja að þessi kynning sem er þarna lögð fram algjörlega frábær og metnaðarfull, en þetta þarf auðvitað að vera eitthvað sem að þarf að hafa miklu víðtækari umræðu og menn þurfa virkilega að leggjast á eitt að framkvæma það sem kemur þarna fram. Þetta er metnaðarfullt plagg en samþykkt sem stefna þetta ekki. Og ég held að þetta sé góður og held ekkert með það. Ég til þetta að vera góðan grunn í áframhaldandi vinnu og það er eitt sem ég horfi sérstaklega til þarna meðal annars eru fjörheimar hlutin þar sem að algjörlega komið tími til að vera með það frístundastarf í skólunum, tengdum skólunum, sérstaklega í fjarlægri byggðum en undir stjórn fjörheima. Og það einmitt nefnt þarna en það þarf virkilega átak í þetta og skólarnir þurfa að koma sterkir inn þarna með. Auk þess að þá var nefnt varðandi eldri íbúa Reykjanesbæjar, þá langar mig til þess að nefna hér að frístundastarf eldri íbúa utan Nesvalla má og þarf virkilega efla aftur. Það hefur verið var hér áður fyrr algjörlega til fyrirmyndar en í breyttu skipulagi þá hafa aðilar sem stýra þessum málaflokkum viðurkennt að þetta hefur dottið upp fyrir utanumhaldið. Það er margt gott að gerast en utanumhaldið vantar og þarf að verða miklu betra til þess að blómstra. Þannig að þessi tvö atriði langar mig sérstaklega til að nefna og það er sem sagt fjörheimar og stefnumótun þar, eldri íbúarnir utan Nesvalla og svo í þriðja lagi að við tökum virkilega til íhugunar stefnumótun á þessu sviði, samþykjum hana og förum síðan í aðgerðaráætlun, en það þarf að vinna það auðvitað í samráði við marga aðila, þannig að við förum þá eftir þessu öll sem eitt. Takk. Eru fleiri sem vil taka til oss? Gunnar Þórarinsson, gjörðu vel. Virðulega samkoma, ágætu gestir. Mér langaði að koma hérna upp til þess að aðeins að vekja athygli á hvatagreiðsluna sem að hér er verið að bjóða upp á. Og ég vil bara lýsa ánægju minni með það hversu vel hefur tekist til þarna. Það virðist vera að þó þetta séu háar upphæðir að þá er 57% að nýta sér þetta og það mætti vera meira. En þetta hefur auðvitað þær afleiðingar að við fáum kraftmeira fólk og duglegara til að njóta lífsins. Friðan Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar nú aðeins vegna þessara fundargerðar hér er lögð fram. Vekja athygli á 4. lið fundargerðarinnar. En það er hvatagreiðslur, þróun þeirra frá 2016-2021. Þetta er virkilega ótrúlega breytingar. Maður ekki gert sér alveg grein fyrir hvað þetta var raun og veru mikið. En hvatagreiðslur hafa hér rúmlega fjórfaldast að upphæð á þessum tímabili og til fyrirmyndar, þó við séum ekki ennþá komin þangað sem við viljum vera, en þetta er ótrúlega breyting sem er orðið á
hvatagreiðslur orðin stærri hluti af veröldin okkar hérna. Þessi litla samfélagi sem við búum í að fara úr 17,5 milljón upp í tæplega 74 milljónir á síðast ári, sem það þykir mér ansi mikið og mætti vera meira. Og ég í sambandi við það, þá held ég að sé komið tími til að endurskoða hvatagreiðslur og ég hef áður sagt það hérna í pontu að mér finnst að hvatagreiðslur ættu líka að gilda fyrir eldri borgara, þar sem þeir geta þá niðurgreitt á starfsemi sem þeir sækja, hvort sem það er golf eða eitthvað annað. Reyndar er stór hluti af íþróttaiðkun eldri borgara þeim að kostnaða lausu mestu leyti, en þó er sum verkefni eins og Janusarverkefnið kostar það töluvert og ég held að við þurfum að skoða hvort að það sé ekki nauðsynlegt fyrir okkur að fara og hefja hvatagreiðslu til eldri borgara, þannig að við getum stutt við þessi verkefni áfram. Ég held að það sé líka bara sanngjarnt að það sama gildi fyrir unga sem aldna. Og það er kannski það sem við stundum tölum mikið eru börnin okkar og eldri borgarar, en ég vil líka kannski beina athyglinni að því að það er fullt af fólki sem er á milli 18 ára og 67. Við þurfum náttúrulega líka að hugsa þau, ekki bara eldri borgara og börnin. Þannig að við höfum ekki gleyma því, en með því að skapa aðstöðu eins og styrkja íþróttastarf, göngubrautir, hjólabrautir, auðveldar þá almenningi aðgang að hreyfanleika og heilbrigðum lífstíl. En mér fannst aðeins mikilvægt og sérstakt að tala það að eldri borgara starfið utan Nesvalla væri í lægð. Við grunar nú hvað er að ræða, en samt hefur starfið utan Nesvalla sjaldan verið með eins mikið blóma eins og núna. Þannig að ég átta mig ekki alveg á þessari gagnrýni að utan Nesvalla sé það ekki nógu gott. Reyndar höfum við ekki haft alveg sama stjórnkerfi á þessu var áður, en aftur á móti starfið utan Nesvalla hefur sennilega aldrei verið meira, bæði í Reykjaneshöllinni, Janusarverkefnið sem við styrkjum virkilega vel og meira en öll önnur verkefni, golfið, bæði golfaðstæðan í akademíunni og síðan golfaðstæðan í gömlum slökkviliðshúsinu. Þetta allt ný verkefni sem hafa komið til, biljardinn upp á Ásbrú og lengi mætti telja. Ég held að starfið með eldri borgurum í Reykjanesbæ sé með því besta sem þekkjast í sveitarfélögum þó víða sé leitað og við höfum vera stolt af því, en ég held ekki að það sé alveg rétt að starfið utan Nesvalla hafi eitthvað dottið niður. Ég held að það sé alls ekki rétt, sko. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Enda verði ég að fara að stoppa þetta af, sko. Nú að fara að lofa langt upp í ermarnar á næsta meirihluta, tala um hvatagreiðslu til eldri borgara og alls konar fyrir aumingja eins og maðurinn sagði. Svo verði ég að fara að taka á þessu með símana hérna, að næsta símhringing þýðir að sími verður tekin af ykkur. En getið þið samþykkt þessa fundagerð? Þó sé ég allt öðru fonti heldur en að sé löglegur. Það er miklu grenri, þetta er líka íþrótt- og tómstundaráð. 11:0 fór þetta. Já, núna tökum við fyrir fundagerð fræðsluráðs og Halldóra Fríða, hún ætlar að taka til máls. Forseti, aðrir viðstaddir. Mér langar sérstaklega að nefna hér 4. mál þar sem farið er yfir hvernig við ætlum að fjölga leikskólaplássum í sveitarfélaginu og ég fagna þessum uppbyggingaáformum sem kynnt voru á þessum fundi sem mæta þá þörfum leikskólapláss eins og staðan er núna.
Og ég tek undir að við þurfum að horfa til framtíðar. Það er bara mjög mikilvægt, en það stækkandi sveitafélag. Ætlar að vísa manninum úr húsi eða hvað ætlar að gera við varandi þessu símhringingu? Var þetta áminning? Já, ok. En ég vil samt ítreka það sem ég sagði þegar ég kom hérna síðast og ræddi þessi mál, ekki síðast áðan, síðast undir leikskólamálum, að við verðum að horfa samhliða þessu til þess að mennta fagfólk til að sinna þeim störfum sem bætast við þessu uppbyggingu. Það er okkar sem sitjum hérna líka að leita leiða til að auka við menntun á svæðinu og auka fagþekkingu inn í skólunum okkar. Við getum bara örugglega orðrétt eins og ég sagði síðast með leyfi forseta, byggt hús út í hið óendanlega, en ef við höfum ekki fagfólk í stöðurnar að þá erum við ekkert endilega betur sett. Þannig að við verðum að hafa þetta í huga. Þannig að betur maður duga skal, en mér finnst þetta samt virkilega jákvætt. En líka varandi 5. mál þar sem farið er yfir daggæslumál, þá tel ég líka mjög jákvætt að taka þessi skref og í mínum huga mjög mikilvægt að stuðla að fjölgun dagforeldra með öllum leiðum af því að foreldrar vilja líka hafa val. Og þessi styrki sem kynntir eru á þessum fundi eru alveg klárlega ein leið til þess og ég vona að þessi skref munu skila árangri. Og bara af því að það hefur komið fram varandi fjöldatölur í grunnskólum að þá held ég að það sé rétt að síðastlið haust hafi verið 2550 börn í grunnskólum og það bil 1970 börn í leikskólum. Þannig bara til þess að það komið fram. Takk. Og gerir ráð fyrir að Anna Sigríður ætli að taka til máls. Bæjarstjóri, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég kem inn undir fundargerð fræðsluráðs. Ég ætla einmitt að tala hin málin sem að bæjarfulltrúar Halldóra talaði ekki því að það er líka gott að tengja þau stundum saman. En fyrsta mál á dagskrá voru máltíðir í leikskólum og ég fór yfir fylgiskjalið sem fylgdi þessu máli og þarna er verið að kalla eftir því að skoða hvort það sé hagstæðara fyrir Reykjanesbæ að elda matinn af starfsfólki í leikskólana á staðnum eða verslan af einkafyrirtæki út í bæ. Og flestir þekkja fyrirtæki skólamat og það er einmitt nefnt í fundargerðinni að einhverjir leikskólar kaupa máltíðir af skólamat og aðrir eru með aðstöðu þar sem þeir elda mati sjálfir. Og það var áhugavert að skoða þetta skjal þar sem kom fram að í svona flestum tilfellum, ég segi flestum, ekki öllum, þá var hagstæðara að versla matinn frá öðru fyrirtæki heldur en að elda hann á staðnum. Og það var ágætt það sem að bæjarfulltrúi Halldóra, bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins, talaði áðan. Hún talaði einmitt undir einu málinni að við þurfum að mennta fagfólk. Við erum að fjölga leikskólum, við erum að fjölga þeim hratt og við þurfum að fá menntað fólk inn í leikskólana. Og þá segi ég undir þessu fyrsta máli, þurfum við ekki líka að hafa menntað fólk inn í eldhúsinu? Erum við kannski með menntað fólk í öllum eldhúsum allra leikskólana sem elda sjálfir? Ég hef ekki kannað það, ég er ekki viss, en það sem kom fram í skýrslunni er að þegar annað fyrirtæki, eins og til dæmis skólamatör, kemur með matinn á leikskólan, þá er hann kláraður þar í tækjum sem þeir reka og sjá reksturinn á og viðhaldið og annað sem að bærin þyrfti ekki að sjá Það er nú bara þannig að við vitum það öll að það er erfitt að manna fólk inn á leikskólana og við erum að fara að byggja stóra leikskóla, ekki einn, kannski 2 og bæta við fleiri leikskóla. Við þurfum fólk á staðinn og ég veit það bara að ég hef eigin reynslu, ég tala af eigin reynslu og ég veit það bara að þú segir ekki við Gunnu sem er búin að vera hugsa börnin á deildinni, hún er kannski menntaður leikskólakennari, þú segir ekki við hana einn daginn, heyrðu Gunna, þú verður að fara inn í eldhús, þú reddar þessu bara, eldaðu bara lasagna fyrir 150 krakka og 30 starfsmenn í dag, heyrðu, bara kokkurinn er veikur. Það er bara ekki þannig. Við höfum ekki þessi tækifæri. Þannig að ég vil sjá það að það verið farið
mjög vel í þessa skýrslu og athuga hvort að það bara borgi sig ekki fyrir Reykjanesbæ að versla allan matinn af skólamat eða öðru fyrirtæki sem getur boðið upp á næringarríkan og holla mat fyrir börnin. Svo langar mig að nefna máli númer 3. Það kemur líka að næringu. Næringafræði sem valfag unglingastig í grunnskólum. Þetta var tillaga frá Lýðheilsuráði og það hafa komið fleiri tillögur frá Lýðheilsuráði eins og til dæmis aukum hreyfingu barna í grunnskólum. Þetta er ekkert eitthvað sem að við bara viljum að verði farið í 1, 2 og 10, heldur að við viljum að þetta verði skoðað. Hvort það sé hægt að auka hreyfingu í grunnskólum í Reykjanesbæ. Það er verið að skoða þessi mál. Það er hérna verið bara að leggja til möguleiki að á unglingastigi sé mögulega hægt að bjóða upp á valfag sem heitir næringafræði. Þannig að unglingar í grunnskólum í Reykjanesbæ þekki vel inn á næringu. Þessu bara máli verið vísað til grunnskólafulltrúa. Ég er ánægð með það. Hann skoðar málið. Annað var það ekki. Takk fyrir. Fleiri sem leita taka til máls. Friðjón. Forseti, það vill nú til að fræðslumálin eru jú stærsti liðurinn í fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sem málaflokkur sem er okkur gríðarlega mikilvægur að vel sé vandað til verka og vel sé staðið að málum. Við höfum verið stolt af skólum og leikskólum okkar undanfarnum árum og lengi og erum það enn. Það sem finnst mér áhugavert í þessu núna er að fjölgun íbúa í þessum bæfélag okkar gerir það verkum að við höfum verið aðeins á eftir áætlun með fjölgun leikskólaplássa sem er miður. En ljóst að við þurfum að herða okkur vel þar. Við höfum þó á móti lækkað kostnað foreldra við að vera hjá dagforeldrum sem gerir það verkum að 18 mánaða börn sem eru hjá dagforeldrum greiða sama gjald til og þau sem eru í leikskóla sem er lækkun á 40.000 á mánuði fyrir foreldra með eitt barn sem er auðvitað mikill styrkur fyrir foreldra. Og vegna þessa þá er hérna í gögnum fræðsluráðs hugmyndir til að styrkja nýja og starfandi dagforeldra í Reykjanesbæ sem ég vil vekja aðeins athygli á. En það er verið að reyna að auka sveigjanleika hjá sveitarfélögum með því að gera samstarfið betra við dagforeldra og reyna að fá fleiri inn í þennan geira. Og þær hugmyndir sem hérna eru lagðar fram á fundunum vera meðal annars að námskeið sem við skilur fyrir starfsleyfi fyrir greitt að fullu á Reykjanesbæ. Það kostar tæplega 100.000 krónur. Áður höfum við styrkt það til helminga en munum þá styrkja það að fullu. Síðan eru aðstöðustyrkir til dagforeldra með fullgilt starfsleyfi. Þegar dagforeldrar hefja starf þá munum við styrkja það með 100.000 krónum. Kerrustyrkur greiddur að fullu gegn kvittun og leikfangastyrkir til dagforeldra með fullgilt starfsleyfi á 3 ára fresti 100.000 krónum. Þetta eru kannski ekki stóra tölur fyrir reksturinn í stóru sveitarfélagi, en vonandi hjálpar þetta að auka við úrvali hjá okkur og bæta við dagforeldrum þannig að gangi betur að passa börnin okkar og gefa fólki möguleika að komast út í atvinnulífið fyrr. Þess vegna er líka ánægjulegt að sjá það að það sem við ætlum að gera í leikskólamálum, það er að segja að fjölga leikskólaplássum verulega. Það er strax í haust verða 36 ný pláss á Holti og í vor verður ný leikskóla opnaður í Dalshverfi og vonandi á svipuðum tíma ný leikskóli í Hlíðahverfi. Þetta er mjög spennandi og þessi áform ganga eftir sem ég hef fulla trú á verði, að það þýðir þá að við erum þá kannski komin á réttara ról en við erum akkurat í dag. En það er alveg ljóst að leikskólamál eru dýr fyrir sveitarfélög og sérstaklega sveitarfélög sem eru í örum vexti, að það er erfitt að halda í við þetta.
Hér er fjölgun upp á 4.000, rúmlega 4.000 manns á síðustu 4 árum og og það er erfitt að keppa við þetta þar sem tekjurnar koma alltaf eftir á. En við verðum að reyna að bæta okkur í þessu og með þessum hugmyndum aukin leikskólapláss og síðan stuðning við dagforeldra hjálpar okkur í því. Margrét Sanders, við byrjum á þetta. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Halldóra Fríða nefndi áðan lykilþátt sem er menntun og mönnun leikskóla og þetta er mikil áskorun. Við erum með 26% af leikskólakennurum innan leikskólana og það er mikil fjölgun á leikskólaplássum. Ég vil fagna því að fræðsluráð, öll sem einn, bóka hér eftirfarandi. Fræðsluráð leggur áherslu á að uppbyggingar áætlun til framtíðar verði skilgreind nánar og fylgt eftir. Það er mjög gott að vera með plan núna að byggja fjöldan allan af leikskólum. Það er verið að setja bráðabirgðahúsnæði, sumir kalla gáma, fyrir 36 börn í innra hverfinu og síðan er nýr leikskóli að rísa í Dalshverfi 23 og Hlíðahverfi 23, Stapaskóli 24 og það er eins og þetta hafi komið okkur á óvart. Það er eins og hafi komið okkur á óvart að það vantaði úrræði. Og ég er ekki sammála því sem fræðsluráð segir hér að með þessum áætlunum getum við mætt þeirri þörf fyrir leikskólapláss sem er til staðar í samfélaginu og tekið inn yngri börn. Í stefnu Reykjanesbæjar og aðgerðalistanum okkar sem við samþykktum öll hérna inni, þá vorum við búin að ákveða 18 mánaða börn myndu komast inn á þessu kjörtímabili og við vorum með bókun á síðasta ári og þar á undan varðandi leikskólaplássin að það þyrfti að ráðast í miklar og framkvæmdir út af þessu og ég þekki til nokkra, allavega 2 börn sem ég þekki persónulega eru núna á leikskólum í Suðurnesjabæ af þau komist ekki inn hér. Og ég fagna því að við viljum styrkja dagforeldra og styðja dagforeldrakerfið og efla leikskólakerfið. Og mönnunin verður mikil áskorun og fyrir nýjan meirihluta að taka við þessu kefli og stýra bátnum til betri vegar í þessum málum er mikil áskorun. En verður að gera, og ég ætla aftur að lesa það sem fræðsluráð segir, tek heilshugar undir það sem sagt er þar, að það verður að leggja áherslu á að uppbyggingar áætlun til framtíðar verði skilgreind nánar og fylgt eftir. Takk. Eru fleiri sem ætla að taka til máls? Ég ætla kannski, það var engin vakið máls á því að það sem ég er að taka eftir í fundargerðum okkar, að þarna eru komnir inn áheyrnarfulltrúar ungmenna og viðveru skráningin í fundargerð fræðsluráðs er lengri heldur en fundargerðin sjálf. Það er komnir svo margir á fundin. En það er bara ánægt að sjá að þau eru að koma inn í nokkur ráð. Ég held að ég hafi talið allavega 3 ráð þar sem að ungmennin eru að koma inn og taka við boðskapnum. Getum við þá samþykkt fundargerð fræðsluráðs, allir með á því? Það er 11:0. Getum við fært okkur í næsta lið sem er fundargerð barnaverndarnefndar, sem er bara trúnaðarmál og eru lagðar hér fram. Og 9. mál, loka dagskrárliðurinn, er innkaupastefna Reykjanesbæjar, fyrri umræða og Kjartan Már Kjartansson ætlar að fylgja því máli úr hlaði.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fylgja hér úr hlaði drögum að innkaupastefnu sem að hefur verið til vinnslu í stjórnkerfinu núna síðustu vikur og mánuði og bæjarráð vísaði til umsagnar í framkvæmdastjórn Reykjanesbæjar og niðurstaða framkvæmdastjórnar var sú að gera engar athugasemdir við drögin og þetta er nú ekki langt plagg, þannig að ég ætla bara með leyfi forseta að fá að lesa þetta bara upp hér. Innkaupastefna Reykjanesbæjar. Reykjanesbær er við öll innkaup bundið lögum opinber innkaup, nr. 120/2016. Það er stefna Reykjanesbæjar að innkaup sveitarfélagsins stuðli að hagkvæmni í rekstri og hvetjum leið til nýsköpunar og framsækinnar þróunar í atvinnulífi. Með virðingu fyrir umhverfi og samfélagi að leiðarljósi. Þetta er yfirskriftin. Reykjanesbær vinnur að því með eftirfarandi hætti. Að við innkaup sé þess gætt að ákvæðum laga nr. 120/2016 og reglna varða opinber innkaup sé fylgt í hvívetna. Að gætt sé jafnræðis, meðalhófs og gagnsæis í innkaupum fyrir sveitarfélagið samkvæmt 15. grein laga nr. 120/2016. Að innkaupareglur og innkaupaðferðir séu skýrar og gagnsæjar. Að beitt sé markvissum og skipulegum vinnubrögðum við innkaup og með þeim stuðlað að hagkvæmni í rekstri og framkvæmdum sveitarfélagsins. Að við innkaup sé auk kostnaðar tekið tillit til gæða, umhverfis og mannréttindasjónarmiða, sjá 75. grein laga nr. 120/2016. Að stuðla að samkeppni á markaði varðandi sölu á vörum, verkum og þjónustu til sveitarfélagsins, að samræma innkaup fyrir einstaka stofnanir og fyrirtæki sveitarfélagsins að svo miklu leyti sem hagkvæmt þykir, að við innkaup verði horft til annarra stefna svo sem grunnstefnu Reykjanesbæjar 2020-2030 auk annarra stefna sem samþykktar hafa verið í bæjarstjórn, að öll innkaup Reykjanesbæjar taki mið af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og síðasti punkturinn er að sem flestar vörur og þjónusta sem keypt eru uppfylli umhverfisvottun og þetta er þá einhvers konar umhverfisvottun. Þær eru náttúrulega til að ýmsum gerðum og að vörurnar séu með einhverja þær vottanir sem eru viðurkenndar. Og síðan koma þetta 4 markmið. Að stuðla að vönduðum, hagkvæmum og ábyrgum innkaupum Reykjanesbæjar og tryggja gæði vöru, þjónustu og verka sem Reykjanesbær kaupir. Stuðla því að Reykjanesbær hagi innkaupum sínum í samræmi við góða viðskipta- og stjórnsýsluhætti. Stuðla því að almennar kröfur stjórnfestu og fyrirsjáanlega framkvæmd, gegnsæi, jafnræði og málskotsrétt séu virtar við innkaup á vegum Reykjanesbæjar. Og síðasta markmiði stuðla því að innkaup Reykjanesbæjar og vörum, þjónustu og verkum leiði til virkra samkeppni fyrirtækja á markaði og efli nýsköpun og þróun. Svo mörg voru nú þau orð. Ég gerir ráð fyrir að eftir umræðu hér að þá vísi forseti þessu eins og öðrum stefnum til annarar umræðu á næsta bæjarstjórnarfundi þann 19. apríl næstkomandi. En mig langar með leyfi forseta að aðeins að misnota aðstöðu mína að því hér fyrir bæjarstjórnarfund vorum við að ræða talsvert menningu og íþróttir og listir í stefnumörkunni. Og það var sögð svo saga af sveitarfélag út á landi sem að fékk Sinfóníuhljómsveit Íslands í heimsókn fyrir nokkrum árum og það þóttu svo mikil tímamót í bæjarlífi þessa sveitarfélags að það breyttist við mig í tímatali. Þannig að hlutir gerðust í sveitarfélaginu annarkot fyrir sinfóníutónleika eða eftir sinfóníutónleika og mér langar til þess að bara hvetja bæjarfulltrúa til þess að skoða tónleika sem að verða hér næstu helgi, föstudag og laugardag, þar sem að Norðuróp undir stjórn Jóhanns Smára Sævarssonar, stór kór og hljómsveit að fara að flytja hér tímamótaverk og ég vil hvetja bæjarstjórn og íbúa til þess að sækja vel þessa tónleika helgina. Þetta gæti orðið slík tímamót í menningarlífi sveitarfélagsins. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, bæjarstjóri, og það er alveg opið fyrir umræður ef menn vilja tjá sig um innkaupastefnuna núna.
en eins og kom fram þá hafið þið séns til 19. apríl til að koma með athugasemdir. Glugginn lokast ekkert þó að þið tjáu ykkur ekki hérna, þið getið sendt inn athugasemdir til bæjarstjóra eða innkaupastjóra beint ef þið hafið ykkur athugasemdir við innkaupastefnuna. Hafandi sagt það, og við erum með þessa miklu hvatningar að þið talið, er eitthvað sem vil taka til máls. Það hafa enginn gefið sér fram í það, þannig að getum við þá samþykkt að þetta verði vísað í aðra umræðu 19. apríl á bæjarstjórnarfundi. Gunni líka. 11:0. Þá er komið að lokum þessara dagskrár og fundargerð verður núna lesin yfir og undirrituð rafrænt, þannig að við getum lagt niður störf og ég segi fundi slitið.